hlakka og þetta var dásamlegt. Eiginlega það náttúrulega þegar það rólegt og kannski svæfa fólk svona sem það búin til að fyrsta söndurinn og síðustyrma. Það margir ekki. Kaffi? Já, kaffi. Ólafur Stefánsson nefndi náðan að eitthvað væri restina. Eins og ég sjáði kaffi á borðunum. Ef einhver langar að fá okkur annan drykk en kaffi, þá er einhver samsögulega komið að standa upp og sækja okkur það heima á borðið fyrir alltaf. En svona í sóttvarnar ástæðan skulum við reyna að hafa borðvarleikir á þannig afsættinir. En kæru gestir, gleðilega hátíð, býður ykkur öll hjartanlega velkomin. Virkilega gaman að sjá á og tókst að setja þennan viðburð saman. Það var ekki auðvelt og þetta leit ekki vel út á tímabili. Nú eins og leitið í Kaldakri útvarpabæðis Kaldakriðar í 12. sinn fyrir árið 2021 og líkt og fyrir árið síðan þá var notað tækifæri og að venda með formlega réttistyrki til menningarmála, styrki til Reksturssafns Setra og styrki til Hátíðarhalda. Nú þessi styrki munu með einu eða öðrum hætti styrkja menningarlífið í Kaldakri, það er að treysta því. En annað er svona með breyttu sniði og kannski öðruvísi hægt á síðustu ár, en það var vegna þess að árið 2020 var svo frábrugðið öllum öðrum árum í menningarlegu tilliti. Fjöldi takmarkana setur þetta sinna á okkar fjölbreytta og raunlega lista af menningarlíf. Þegar viðburðir eftir annan var aflýst eða voru frestað og enn verið að bíða eftir að setja af stað suma af þeim viðburðum sem átt að vera á síðasta ári. Nú, en þrátt fyrir það, þá tókst nú að halda söfnum og setrum og galleríum og öðru slíku opið að einhverju leyti, þannig að þeir sem hingað komu og hér voru auðvitað, nutu þess. En ég segi hverju ári að það segja aftur að þetta samtalið sem við búum í Fjallabyggð býr gríðarlega sterkum hópi skapandi fólks og við viljum sannlega metnaðarfull starf og veitir einstaklingum samfélagsins auðvitað og gestum. Fjölbreytni í afþreyingu og slíku og það verður aðstæðar fyrir það. Nú í mínum huga möguleikar svæðisins miklir og slíkur stuðningur bæjarfélagsins að þetta gríðarlegu máli og bæjareigendur hafa á undanförnum árum styrkt upp bakið á menningarstarfsemi og það ber einnig að þakka. Listasafn Fjallabyggðar, þetta var eins og kallað á fæðir. Listasafn Fjallabyggðar kallaði tímamótum 15. mars síðastið. Þegar tæplega 180 listaverk af rúmlega 200 í eigum Fjallabyggðar urðu aðgengileg almenningi á nýrri vefsíðu. En árið 2020 nýttist mér vel, einstaklega vel, því með þeim verkefnum, hverju viðburðum og hátíðum, verkefnum tengja markas og ímyndarmálum, gafst mér loksins tækifæri til þess að einhverjum vilja hraða þetta mikla verk sem staðið hefur yfir í rúm 2 ár og lengur. Skráningu allra listaverka í eigum Fjallabyggðar og þar með talið verk sem ekki tilheyrir listaverkagjöfinni góðu, en listinn kominn í 220 verk. Og á heimasíðunni 180, þannig ég á ennþá eftir nokkur verk. Verkin hafa verið skráð og merkt og það hafa verið staðsett og einnig hefur tekið ljósmyndir af þessum verkunum sem birtar á þessari vefsíðu. Samhliða þeirri vinnu hefur líka verið að skrá verkin í Sarpi, sem menningarsögulegt gagnasafn allra safna á landinu. Safnið verður þó ekki opið almenningi þar, þetta var ekki fyrstum sinn. Nú og með að opna heimasíðurnar það var nokkuð undan þess að gerðsefna Fjallabyggðar verið ferðað úr eldfæðinni geymslu í Ráðhúsi Fjallabyggðar fengið í stofuglíkar. Og sem býr líka mikla möguleika til að fræðast og ljóta utan myndlistar og getur jafnframt verið áhrifamikið tæki til kennslu. Við verðum auðvitað aðgengið íslenskri myndlist og ætluðu að auka áhuga á þessum mikilvæga menningararfi þjóðarinnar. Eins og ég sagði áðan og síðan nálgast ljósmyndir af verkunum ásamt upplýsingum verkin og listamennina sjálfa. Við verðum áfram í þróun og þau verk sem ennþá verið að vinna verða senda þeim jafn áðan. Við höfum ekki mikið lof frá fólki, listafólki og almenningi víðs vegar landið með þessa doktorsíðu og ég viðurkenni það fúslega að sjálf er mjög stolt af henni. Það kannski líka bráðið að vera með henni fangin í svo mörg ár.
En það merkilega við þetta allt þetta að þetta hefur haft kannski eitthvað svona lengi og kannski ekki komist í raun að svona hringað á hand og lifa það, að þá leið mér örlítið svona sem ég hefði að senda barnið mitt frá mér í skóla og þetta er ítt á send og síðan fyrir loftið og þá svona einhver söknuður og leið svona örlítið ótti, ég viðurkenni það alveg, ég óttaðist það að þetta myndi ekki falla fram, þetta er eitthvað sem kemur í það og vissulega fekk ég feedback frá einum góðum kristnála okkar þarna stuttu eftir að síðan fór í lögtunum Kristni G. Jóhannssyni, hann var enn á líf og hann sagði, já, textin sem þú skrifaði mér á Wikipedia var kannski ekki alveg réttur en ég ætla að senda þér eitthvað smá upplýsingar og nokkrum dagum seinna kom lítið svona málverk hálfgjörn póstkort af hraundröngum í Eyjafirði í Hörgárdal og upplýsingar sem ég get senda þeim, þannig að vonandi fæ ég ekki fleiri slík símtöl af því að það var svona sérstaklega með þessa listamenn sem ekki lengur með þannig að þá erum við að finna þessi upplýsingar annars það er hvað mikið betri að það listaverka síðan. Nú, en í dag er tímamótadagur, hátíðardagur, eins og ég segi áðan, við ætlum að opna bæjarlistavalið 12. sinn, en fyrst ætlum við að njóta smá meiri tónlistar. Þetta Björk Sófan og Elías Þorvaldsson ætla að koma og flytja fyrir okkur eitt lag.